Góðan daginn, gott fólk. Bið ykkur að taka sæti og ég ætla að biðja Kristján Björnsson vígslubiskup að koma hér upp og við hefjum fundinn að venju með bæn og blessun. Já, forseti, kæru vinir, ég má segja þetta því ég ekki að fara að flytja ræðu. Þá má ég ávarpa ykkur alveg sérstaklega og góðan daginn. Ég hef venjulega stuðst við lestraskrá yfir daglegt helgihald sem við notum í Skálholti og notað víðar. Það Rudolf Spiegel og Albert Mauter og þessi textar taka gjarnan mið af næstliðnum sunnudegi og hann var síðasti sunnudagur kirkjuársins eins og þið vitið og dómssunnudagur og tileinkaður borginni eilífu. Hebreabréfið: réttið því úr máttvana höndum og magnþrota hnjám, látið fætur ykkar feta beina brautir til þess að hið fatlaða vindist ekki úr liði en verði heilt. Stundið frið við alla menn og heilagt líferni því að án þess fær enginn litið drottinn. Hafið gát á að enginn missi af náð Guðs, að enginn Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við skulum fela daginn í hendur Drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi okkur öllum góðan dag. Sjöundi fundur settur á kirkjuþingi 2021-2022. Fyrir tekið 22. mál á þingskjali 75, það nefndarálit og breytingartillaga við tillögu til þingsályktunar stofnun starfshóps til að skilgreina þörf fyrir presta og djákna vegna vígðrar grunnþjónustu þjóðkirkjunnar á landsvísu. Frá allsherjarnefnd og framsögumaður Guðrún Karls Helgadóttir og tekur hún út í máls. Forseti. Ég flyt hér nefndarálit og breytingartillögu við tillögu til þingsályktunar stofnun starfshóps til að skilgreina þörf fyrir presta og djákna vegna víðrar grunnþjónustu þjóðkirkjunnar á landsvísu. Frá allsherjarnefnd. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að máli á þingskjali 22 verði samþykkt með eftirfarandi. Tillagan orðist svo: Kirkjuþing samþykkir að stofnaður verði 5 manna starfshópur skilgreini þörfina fyrir þjónustu djákna, presta, prófasta og vígslubiskupa. Starfshópurinn starfi í samráði við biskupafund og njóti aðstoðar starfsfólk á biskupsstofu eftir því sem þörf krefur og aðstæður leyfa. Þá verði leitað álits víðra þjóna, sóknarnefndafólks og starfsfólks safnaða. Starfshópurinn skili skýrslu til kirkjuþings 2022. Á grundvelli hennar verði endurskoðuð eftir því sem við á skipting landsins í starfseiningar, prófasdæmi, prestaköll og eða samstarfssvæði og horft verði til framtíðar. Vinna þessi skal ekki koma í veg fyrir að einstakar breytingar verði gerðar á starfseiningum og eða mönnun meðan á ofangreindri vinnu stendur. Og undir þetta ritar öll allsherjarnefnd.
Já, skjalið ekki komið inn á vefinn. Viljið þið bíða eftir að sjá skjalið? Það bara einhverju við augnablik. Ég ætlaði kannski bara aðeins að meðan að spyrja hver á að skipa í nefndina. Ha? Já. Já, það var ekki alveg ljóst, sko. Jæja, þá skjalið komið upp. Og orðið laust ef einhver vill taka til máls. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið. Það farið út aftur? Nei, ég held að það væri komið upp. Ég spurði hvort að menn væri búin að lesa skjalið. Já, vil ég gefa ykkur tíma til þess að lesa það? Nú þetta komið upp. Einhver sem að vill taka til máls? Já, gjörðu svo vel, Skúli. Ólafsson tekur til máls. Forseti, þetta bara ljómandi fínt og verður áhugavert að sjá hvernig 5 manna hópurinn vinnur að þessu verkefni sem getur bæði verið fremur einfalt held ég að byggja á fyrirliggjandi gögnum og reyna einhvern veginn að nýta þau, endurskoða innri starfsreglur kirkjunnar með hliðsjón af þeim breytingum sem hafa átt sér stað á þeim áratug frá því þær voru samþykktar. Það hægt að nýta ýmsa þætti eins og brauðamatið og sitthvað fleira. En svo getur þetta náttúrulega farið í allt aðra átt, eins og mér heyrðist í umræðum að þá vilja menn helst ekkert mikið vera að liggja yfir því sem að tengist inn í gömlu kirkju og horfa með eftirvæntingu til nýrra tíma og það verður mjög spennandi að fylgjast með þeirri vinnu. En það svona mitt innlegg inn í þessa umræðu að það og eitt af því sem ég held okkur hafi misfarið svolítið í stefnumótunarvinnunni sem við erum að landa og það að kalla eftir áliti almennings. Það gríðarlega mikilvægt og það að fá miklu gleggri mynd af því hvernig unnið í nágrannakirkjum okkar en gert með skipulegum og markvissum hætti. Og auðvitað, þó við séum á þröskuldi nýrra tíma, að þá held ég að það er mjög truflandi þegar fólk að tala svona í kring fyrirgefið
fyrir okkur athyglisprestana. Og það sem ég vildi segja er það að það er líka mjög mikilvægt, þó við séum á þröskuldi nýrra tíma, að við horfum tilbaka, metum það hvernig okkur hefur gengið frá 98. Þar er gríðarlegur lærdómur tel ég vera, bæði margt sem hefur farið vel, en síðan eru mistök sem hafa verið gerð. Og ég tel það vera afar mikilvægt að sú nefnd sem tekur þetta að sér, sá vinnuhópur, fari í þessi sjónarmið, almenning, systurkirkjurnar, reynslu síðustu áratuga, og ég held líka það sé afar brýnt, þó að menn horfi til framtíðar og kalli eftir nýrri kirkju, að við séum trú uppruna þjóðkirkjunnar, sem er að mínu áliti glæsilegt veganesti inn í nýja tíma. Hugmyndi Schleiermachers frá aldamótunum 1800 öflugt kirkjuþing, lýðræðislega uppbyggingu, kirkju sem mætir þörfum fólks og horfir til þeirra, sem nú eiginlega inntakið í þessari tillögu. Þetta held ég að hafi úrslitaáhrif það, hvort að þessi vinnuhópur muni segja okkur eitthvað nýtt, eða hvort svo illa muni fara að við komum ekki til með að hafa gagn af niðurstöðum hans og vinnu þess. Takk. Til máls tekur Hjalti Hugason og eftir honum Gísli Gunnarsson. Já, forseti, ég get sem einn af flutningsmönnum málsins ekki látið hjá líða að í morgunsárið að lýsa yfir gleði minni og ánægju yfir að málið skuli hafa fengið þetta góða meðferð hjá nefndinni og sem sagt fagna því og vona að þetta verði til heilla fyrir þjóðkirkjuna og þjóðina þar með og upp úr þessu spretti, eigum við að segja, ný starfsmannastefna fyrir kirkjuna. Þó ég hefði farið dálítið gest í gær, þá vil ég taka það fram að ég hef ekkert á móti því að þessi litið til fortíðar. Ég hef sjálfur gert það svona í gegnum tíðina, held ég. Takk fyrir. Til máls tekur Gísli Gunnarsson og eftir honum talar Gunnlaugur Garðarsson. Forseti, ég stend nú hér bara upp til þess að þakka fyrir þessa tillögu. Ég held að nefndin hafi unnið mjög vel úr þeim athugasemdum sem komu hér fram í gær og bara þakka fyrir það. Og eins það að horft þarna mjög vítt til þess að endurskoða til dæmis starfseiningar og annað slíkt. Víða erum við að byggja á aldagömlum landamærum og mér finnst þetta koma vel inn í starf nefndarinnar. Nú, varðandi orð doktorana hér áðan söguna og að nýta þau gögn sem fyrir þá eigum við mikið af gögnum sem unnið hafa verið á undanförnum árum og að sjálfsögðu tel ég að þessi nefnd muni þurfa að nýta þau gögn og rýna í þau en auðvitað sjálfsögðu er svo margt að breytast í okkar þjóðfélagi að við verðum að horfa til þess veruleika sem er í dag. Og ég legg áherslu á það að í þessum hópi reynum við að hafa svona aðila sem víðast að og ég vil líka leggja áherslu á það sem ég gerði hér strax í upphafi að við hugsum dálítið til þess þjóðkirkjan að vera dálítið í fararbroddi varðandi byggðastefnu í landinu. Að fólkið í landinu finni það að þjóðkirkjunni þykir vænt fólkið í landinu hvar sem það er og það sjáist alveg á þjónustunni áfram. Að fólki finnist ekki að allt eigi að draga frá þeim. Eins og dálítið hefur verið svona finnst mér í umræðu almennings, fyrst að nú mynd á að hlusta á fólkið, að þá fólkið út á landi að tala dálítið mikið þetta, að það störfin séu að tapast og það sé eins hjá kirkjunni. Þar var svona vígið sem fólkið fann og við þurfum horfa til þess þó að sjálfsögðu þurfi líka breyta út á landi. Ég ekki að tala það. Takk. Til máls tekur Gunnlaugur Garðarsson og eftir honum talar Hreinn Hákonarson.
Forseti, það sem að ég vildi segja í þessu samhengi kannski sjálfsagðir hlutir eða selvfølgeligheter, en það þarf engu að síður að segja það á stundum sem þessari. Kirkjuþingið getur handsalað verkefnum, en það getur ekki handsalað ábyrgð. Þannig að það sem út úr þessu kemur verður síðan að fá umfjöllun og skarpa skoðun kirkjuþingsins. Nú, að skilgreina mál felur í sér vald og þá eins gott að huga vel að forsendunum, og forsendurnar allar eru flestar þannig að það má deilu þær og sjá mörg sjónarmið hverju og eina forsendu. Þegar menn reyna að búa sér til kennivald í nútímanum, þá hljómar það oft þannig nokkurn veginn: kannanir hafa sýnt að þarfirnar eru svona og svona og svona. Kennivald þarfanna. Og þá eins gott að hafa mjög breiða sýn á þarfir. Þær geta verið allavegana, grunnþarfir og svo framvegis, við þekkjum þá hugsun alla, en við megum ekki týna sambandinu við upphafið og tilganginn og markmiðið og þær þarfir sem að við sjáum fyrst í samhengi trúarinnar, samhengi lokamarkmiðsins og takmarksins. Og því vil ég trúa að svo verði í vinnunni allri. En það þarf að stíga varlega niður fæti og vera sér fullkomlega meðvitaður hversu málið flókið, því að við erum ekki bara kölluð til umhyggju og meðvitundar sitt sem leben, eins og hann sagði, eða samhengi hlutar eins og það raunveruleikinn eins og hann blasir við í dag, heldur við þurfum líka að hafa með í för sjónarhorn sem við köllum stundum himneskt og gerum ekki lítið úr því. Það þannig. Takk. Til máls tekur Hreinn Hákonarson og eftir honum talar Sólveig Lára Guðmundsdóttir biskup. Já, forseti, ég segi eins og fleiri að sem einn flutningsmanna málsins þá fagna ég þessari niðurstöðu og 5 manna nefnd sem mun leiða þetta starf í samráði við aðila sem nefndir eru þarna. En ég vil taka undir það sem Dr. Skúli Sigurður sagði, og það það að ná tengslu við almenning. Það algjört frumskilyrði að ná út fyrir náttúrulega kirkjuna sjálfa, efsta lag hennar og sóknarnefndir, og reyna að bara funda með almenningi, kalla til funda út í héruðunum, opinna funda og ræða málið á eins opnum og breiðum grundvelli og hægt Það tel ég vera svona ákveðið lykilatriði í þessu. Og það verður náttúrulega að gæta að því núna þegar við kjósum í þennan hóp hér á þinginu, að það séu náttúrulega góð skipti, karlar og konur, landsbyggðarfólk og þéttbýlisfólk, leikmenn og prestar. Til máls tekur Sólveig Lára Guðmundsdóttir biskup og eftir henni talar Steindór Haraldsson. Forseti, mér langar nú bara að koma hingað upp til þess að þakka allsherjarnefndinni fyrir að hafa unnið svona góða vinnu. Bara kæra þakki fyrir það. Og það svo mikilvægt þegar við erum að vinna svona vinnu að hlusta, eins og við höfum öll sagt, og mér finnst allsherjarnefnd að hlusta mjög vel á þær umræður sem fóru fram hér í gær.
Í upphaflegu tillögunni var stungið upp á 3 manna starfshópi og ég hef nú alltaf sagt að því færri sem eru í starfshópum eða nefndum að því effektívar eru þeir, en í þessu tilfelli er ég algjörlega sammála allsherjarnefnd um það að 5 manns er betra heldur en 3 vegna þess að við þurfum að dekka allt landið. Og eins og séra Hreinn sagði að þá þurfum við að hafa unga og gamla, konur og kalla, landsbyggð og þéttbýli, leikmenn og presta, þannig að við höfum allt þarna inn í þessari nefnd. Og ég skil það svo að kirkjuþing eigi sem sagt að kjósa þetta fólk og þar af leiðandi komi forsætisnefnd á með tillögu, en það þarf ekki endilega að vera kirkjuþingsfólk. Þannig að við skulum bara vera okkur meðvituð um það. Þannig að áður en að þingi verði slitið í dag að þá væntanlega þurfum við að vinna svolítið góða vinnu svona bak við tjöldin í það að finna fullkomin starfshóp í þetta, því þetta verður mjög spennandi vinna og ég hlakka mjög mikið til þess að vinna með þessum starfshópi og bara takk kærlega fyrir allsherjarnefnd fyrir góða vinnu. Takk. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Axel Árnason Njarðvík. Já, forseti. Þetta hið ágætasta málorðið. Það hefur bólnað aðeins út frá því að það var lagt fram. Ég var á einn af flutningsmönnunum á þessu eins og fleiri og þetta hefur siglt í góða átt, finnst mér, málið. Og þetta svona liður í því að ná utan starfsemi kirkjunnar, væntanlega. Við stöndum frammi fyrir því og höfum betri aðstæður heldur en margir aðrir. Af því við vitum hvað kemur inn. Ef allir vissu nú hvað þeir fengi inn, allar stofnanir og allar þeir sem þurfa á rekstrarfé að halda, þá væri það alltaf auðveldara. Það sem við þurfum auðvitað bara að gera er að fella starfsemi kirkjunnar að þeim fjármunum sem við fáum. Og ég sjálfur sér ætti þetta ekki að vera með flókið. Og þetta er liður í því og ég hef verið talsmaður þess í staðan fyrir að fara svona handháskent í gegnum það hver er hætta og hver er ekki hætta og svona. Mér finnst að við þurfum að fá yfirsýn og taka ákvörðun það hvað ætlar þjóðkirkjan að hafa marga vígða í þjónustu sinni. Og þjóðkirkjan ætlar að hafa það marga, hún ætlar að hafa jafn marga í vígða í þjónustu sinni og hún hefur efni á að borga. Það er þannig. Og við ætlum ekki að gefa neitt afslátt af því og reyna að fylgja eftir með markmiðum kirkjunnar að vera kristin kirkja í landinu og eins og við erum og flytja fagnaðarerindið, sinna kærleiksþjónustu og sálgæslu og öllu því sem að tilheyrir. Við megum hins vegar passa okkur á því að reisa okkur ekki hurðarás um öxl, sem að við höfum verið að gera undanfarin ár. Það verið ráðist í miklu meira heldur en við ráðum við. Og eins og það hafi verið gert í hálfgerðri blindni, segi ég, en það kannski er þetta bara vegna þess að fólk það hefur svo mikla þörf fyrir að gera mikið og gera gott og það er skiljanlegt. Ég sé að það er komið náttúrulega eðlilega konir 5 í stjórnina í þessa nefnd og málið hefur stækkað og það er gott. Við höfum í gegnum tíðina oft og mörgum sem sett nefndir hérna
hvort sem nefndir hér á kirkjuþingi. Sumar hafa skilað ágætu verki en aðrar ekki. Það er bara þannig og það verður þannig núna. Takk fyrir. Til máls tekur Axel Árnason Jarðvík og eftir honum talar Guðlaugur Óskarsson. Forseti, það er nú margt sem gerist á nóttunni og ekki síst þegar maður sefur og hvílir sig og dreymir. Það er nú sagt að djúpið í okkur tali við okkur þegar við sofum og dreymum. En það vakti athygli mína að heyra Skúla og Hrein tala það að þyrfti nú að hafa samband við almenning þessa hluti og leita víða. Það var hins vegar ekki hægt í gær, í 8. máli. Þá voru alls konar þröskuldar teknir upp og þetta segir líka vegna þess að kirkjuþing hefur oft á tíðum farið mjög hratt í gegnum mál og það er kannski mitt hlutverk hérna í dag vakna til nýs dags að tala það að ákvarðanir teknar með mjög skömmum fyrirvara og afdrifaríkar í staðinn fyrir að ná að sofa kannski eina nótt á málinu lengur og athuga hvað djúpið eins og Gunnlaugur Garðarsson talar stundum talar til okkar. Við bara ítreka það að stundum þarf að líta til almennings en stundum ekki og sérstaklega stundum ekki þeim málum sem sérstaklega þarf að leita til almennings. Takk. Til máls tekur Guðlaugur Óskarsson og ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls nema það frummælandi. Guðlaugur Óskarsson tekur til máls. Forseti, ég ætlaði að snúa við þegar ekki voru fleiri sem höfðu óskað sér að taka til máls vegna þess að mér fannst allt í einu að þetta væri eins og ætlaði allur þingheimur að skila séráliti og öll sérálitin gengi út á það að vera þakklátt og sammála vinnu nefndarinnar. Þessi tillaga var lögð fram núna eftir miklar umræður í gær, breytt bestu vitund okkar og ég held að þetta bara greiða atkvæði hana og fara svo í næsta mál og seinna þá að skipa í nefndina og hvernig það er gert. En ég bara óttaðist að þurfa að hlusta á þessa 17 sem eftir voru að tala og segja að þeir væru sammála. Takk. Forseti vil taka það skýrt fram að það er öllum þingmönnum heimilt að tala í síðari umræðu og hafa fulla rétt til þess, þannig að það ber ekki að skerða málfrelsi manna hér, og þetta ætti náttúrulega fyrsti varaforseti að vita.